Þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég vil óska hæstvirtum fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttur innilega til hamingju með fyrstu ræðu hennar hér sem fjármálaráðherra. Það var hins vegar áhugavert að hlusta, eftirtektarvert að hlusta á forystumenn ríkisstjórnarinnar ræða störf og stefnu ríkisstjórnarinnar. Það kveikti ákveðna mynd í huga mér af því að á sínum tíma hvernig Sigmund, ekki Sigmundur Davíð, heldur Sigmund, teiknaði reglulega fyrrverandi forsætisráðherra með þessi fínu sólgleraugu þegar hann horfði bjartur fram á það sem sumir myndi kalla hyldýpi þjóðargjaldþrots. Þannig að ég myndi gjarnan vilja að þar sem sólgleraugun eru komin greinilega á nefið hjá ráðherranum, forystumönnum ríkisstjórnarinnar, að við myndum líma þar inn á tvo miða. Annars vegar það sem stendur atvinna og hins vegar skuldir. Atvinna og skuldir. Það eru og verða lykilverkefni stjórnmálanna að mati okkar framsóknarmanna. Atvinna og skuldir. Án vinnu verður nefnilega engin vöxtur né velferð og heimili og fyrirtæki sem eru að drukkna í skuldum skapa engin ný störf. Fyrirtæki sem eru tæknilega gjaldþrota leggja ekki í ný fjárfestingar, rannsóknir eða þróun og ráða ekki nýja starfsmenn. Heimili sem eru á mörkum þess að geta greitt skuldir sínar bíða með endurnýja kaffikönnuna, fara sjaldnar í klippingu og aka eins lengi á gömlu sumardekkjunum eins og mögulegt eins og við höfum kannski áþreifanlega orðið vör við á síðustu dögum og vikum. Afleiðingin kyrrstaða og stöðnun í samfélaginu. Þetta staðreynd. Engin vinna, engin vöxtur og engin velferð þrátt fyrir bjartsýnis sólgleraugun. Þess vegna höfum við framsóknarmenn ítrekað lagt fram tillögur til aðstoðar ríkisstjórninni til að taka á skuldavandamálum og því miður hafa þær tillögur verið hundsaðar. En staðan þannig að þúsundir heimila bíða eftir niðurstöðum frá umboðsmanni skuldara greiðsluaðlögun. Þúsundir heimila. Fjöldi heimila enn yfirskuldsettur þrátt fyrir 110% leiðina. Fjöldi ungs fólks án réttlátra leiðréttinga vegna þess að þau gerðu þau hræðilegu mistök að fá lánuð veð hjá ættingjum eða vinum við kaup á heimili, við kaup á íbúðarhúsnæði. Og þúsundir hafa horft á eignarhlut sinn í heimilinu gufa upp þrátt fyrir að hafa borgað samviskusamlega mánuð eftir mánuð af lánum og eftir að hafa tæmt alla varasjóði og tekið út séreignarsparnaðinn. Það var mjög sorglegt að heyra það á sínum tíma þegar stjórnvöld lýstu því yfir að það væri ekkert frekar hægt að gera fyrir heimilin. Og því ekki að undra að fólk spyrji hvers vegna í ósköpunum það halda áfram að borga, halda áfram að berjast, halda áfram að trúa og vilja stjórnvalda til að hjálpa heimilum landsins þegar þetta eru svörin sem þau fá. Hæstvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, kynnti í nóvember hugmynd að nýta skattkerfi til að leysa úr vanda yfirskuldsettra heimila og takast á við lánsveð og skort á greiðsluvilja. Það gert með því að afborganir af húsnæðislánum yrðu skattfrjálsar upp að vissu marki. Með því að skipa starfshóp með fulltrúum allra þingflokka og sérfræðinga væri mögulegt að útfæra þessa hugmynd frekar og vonandi samþykkja hugsanlegt lagafrumvarp í vor. Við leggjum einnig mjög mikla áherslu á það að forystumenn stjórnarflokkanna geri það sem þið töluðu í stjórnarandstöðunni og vinni að því að afnema verðtryggingu, þá sérstaklega á neytendamarkaði og bindum við mikla vonir við það að efnahags- og viðskiptanefnd skili fljótlega af sér tillögum leiðir til þess. Síðan það atvinnan. Við höfum lagt fram hér tillögur, nær 50 tillögur hvernig væri hugsanlega hægt að skapa 12.000 ný störf. 50 tillögur. Og ég vona svo sannarlega að stjórnvöld séu tilbúin að skoða það að þessar hugmyndir okkar. Og þar myndi ég gjarnan vilja að við myndum nálgast atvinnusköpun út frá sjálfbærni sem kemur fram í stjórnaryfirlýsingunni hjá ríkisstjórninni. Sjálfbærni. En ekki bara þannig að við séum að skilgreina þessi jafnvægi á milli efnahagsvaxtar, félagslega velferðar, jafnaðar og verndunar umhverfisins, heldur líka það að við verðum sjálfum okkur nóg í mun meira mæli, að við verðum sjálfbær, að við veltum fyrir okkur hvað við getum framleitt hér innanlands í auknum mæli, skapa störf innanlands og spara gjaldeyri. Mikilvægur þáttur í því að nýta auðlindir okkar, fiskinn okkar, orkun okkar, vatnið okkar, landið okkar og fólkið okkar á sem besta máta fyrir Ísland, núverandi íbúa þessa lands og framtíðarkynslóðir. Hluti af því að virkja. Þannig
gerum við okkur í alvöru sjálfbær. Það það sem við gerðum í framhaldi af seinni heimsstyrjöldinni. Næstu skref eru síðan að tryggja það að til dæmis landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn verði nýti sem mest innlenda og endilega orkugjafa og að við reynum að vinna áfram með innlendri matvælaframleiðslu. Tökum á skuldunum, byggjum upp atvinnu, tryggjum þannig velferðina og sjálfbærnina. Til máls tekur hv.